Jæja, við ætlum aðeins að skoða skipulagsskjalið sem við ætlum að nýta okkur í vetur til að halda utan um skipulagið okkar varðandi námið og vinnustofurnar. Við erum búin að búa til kóða fyrir ykkur til að geta náð í það og þið þurfum að byrja á því að búa til ykkar eintak. Það er hérna bit.ly skipulagvafa, ítið hér á enter og þá sjáum við að þið eru beðin um að búa til ykkar eintak. Þannig að við ítum hérna á make a copy. Þið gæti verið að Google biður ykkur um að skrá okkur inn og þá gerið þið það bara. Gott er að byrja á því að taka hérna copy hér út og þið auðvitað ákveðið bara hvort þið viljið láta þetta heita eitthvað, skipulagstími, bara það er ykkar að velja. Fyrsta sem við gerum er að við byrjum á því að opna innun okkar annarkvort í öðrum glugga eða í símanum okkar og við ætlum að laga þetta grunnskjal. Hér stendur grunnur eins og þið sjá hérna niðri. Þetta er grunnskjalið ykkar og þetta ætlum við að gera á föstudaginn þegar þið komið í skólan. Þannig að við opnum innuna og skoðum stundaskrána okkar og við ætlum að byrja á því að setja okkar áfangatíma á rétta stað inn í töfluna. Þannig að ég er hér í ensku og ég er í ensku hér, ég er í íslensku hér og ég er í íslensku hér og svo framvegis, þið áttu ykkur á því hvað ég er að gera. Fyrir þau ykkar sem er í iðnnámi og þeir eru til dæmis kannski í verklegum tíma sem er kannski á vinnustofutíma, þá er ekkert mál fyrir ykkur bara að fara hérna inn og skrifa ykkar áfangaheiti, til dæmis eins og bara vélsmíði, bara það sem þið viljið, bara hérna. Og þannig að þið geti líka fyllt út og gert þetta grunnskjal að ykkar. Nú er ég búin að setja áfangatímanum minn inn, eins og þið sjáu er ég einstaklega fáum áfangum, ég er hérna í ensku og íslensku og svo ætla ég að velja hvenær ég er í hreyfingu. Ég er alltaf í hreyfingu á 50 þannig að bara fínt að velja það hér, þannig að ég er búin að því. Þannig að nú er ég búin að setja alla áfangatímanum mína á rétta staði, þannig að það verður það hér. Fyrst skal gera að setja áfangatímana á rétta stað inn í töflu. Þannig að nú er grunnskjalið mitt bara flott og fínt. Ég er tilbúin fyrir hverja viku fyrir sig. Þannig að á mánudögum komið alltaf í skipulagstíma og hittið þennan hóp sem er í með núna og kennarana sem þið eru með og það er alltaf skipulagstími. Þannig að fyrsta sem þið gerir í skipulagstíma það er að afrita þetta grunnskjal. Þannig að hér er grunnurinn og við ætlum að endurskýra það. Þannig að ítið inn á öruna, annarkvort ítið á duplicate á ensku eða afrita ef að Google er hjá okkur stiltur á íslensku. Og við ítum bara duplicate og þá sjáum við hérna að það verður copy of grunnur. Það er svo bara æskilegt að endurskýra þetta með vikunúmeri og við erum til dæmis að fara núna og þá íti hérna rename eða endurnefna. Íti hérna vika 1 og þá er ég komin með viku 1 og hér ætla ég að vinna á mánudaginn þessari viku. Þannig að þetta var fyrsta skref. Í skipulagstíma er að afrita grunnskjalið og endurskýra það vikunúmeri. Annað skref er að fara svona kennsluvef fyrir hvers áfanga og skoða vikuplanið. Þannig að ég til dæmis ætla núna að fara inn á kennsluvef og skoða áfangana mína og sjá hvernig vikuplanið er. Og skoða bara alla áfangana. Þriðja skrefið er að fylla út hverja námsgrein hvað á að gera í þessari viku. Þannig að hérna eru námsgreina gluggar, þið auðvitað bara lagið á og stillið það upp eins og þið viljið hafa það og getið stækkað og minnkað og breytt litu og hvað þið viljið gera. Þannig að núna ætlum ég bara til dæmis að byrja á hérna, tek hérna út námsgrein og ég skrifa enska. Og inn í ensku er Tess búin að setja að það á að lesa blaðsíðu 1 til 15. Það á að horfa á myndband og það á að gera verkefni 1. Skil 15. jan, setja ég hérna inn. Ég get svo valið að skrifa hér dagsetningarnar eða ég ætla bara að hugsa, ok, ég gera þetta hérna mánudag, þetta verður gert þriðjudag og ég ætla að vera búin að þessu fyrir föst. Ok, ég held svo svona áfram fyrir alla námsgreinenda mínar. Alltaf gott að byrja á því að taka námsgreinu uppi og skrifa hver námsgreinin er og klára þetta. Og svo þegar þið eru búin að kannski að gera þetta, þá ítið hérna og setið X. Þannig að við getum alltaf, kennari getur svo spurt, já, hvernig gengum við planið og þið getið seint, já, ég er nú búin með þetta og búin að setja X-ið mitt og allt klárt. Þannig að núna var ég búin að fara í gegnum þriðja skrefið, það er að fylla út hverja námsgrein og hvað skal gera.
Síðasta skrefið sem við gerum svo að velja, nú ég búin að setja upp alla mína námsgreinar og hver heimavennan og svoleiðis og ég svona daldið búin með góða yfirsýn yfir það hvað ég á að gera í þessari viku og hvernig álagið kannski lítið að vera hérna í enskunni og meira í stjórnmálafræðinni, þannig að núna sé ég kannski ég ætla allavega að hitta Tess einu sinni í viku og bara gott að hitta kennarinn sína allavega einu sinni tvisvar í viku í hverjum áfanga, en kannski vildi nýta mér Gunnar eða Varða meira í stærðfræðinni. Þannig að þá fer ég bara og skoða, í vinnustofu 1 einhver kennari hér sem ég get nýtt mér, ekki gleyma því að Birgir, þó hann kenni bara stjórnmálafræði, þá getur hann alveg aðstoð við fleiri áfanga. Hér líka Arnar, Hafliði og Ingibjörg, þannig að við erum með aðgang að 5 kennurum í vinnustofu 1. Þannig að við veljum bara hvað hentar hverju sinni. Í vinnustofu 2 svo Arnar, Hafliði, Pétur og hreyfing. Ef það einhver sem er hreyfingu hér, þá veljum við bara hreyfingu. Þannig að áfram höldum við og ekki eins og ég segi. Ef þið í stærðfræði, þið getið valið Varða eða Gunnar eða Steindór, þetta eru 3 stærðfræðikennarar sem kenna stærðfræði hjá okkur, þannig að það er alltaf hægt að velja. Það er hægt að velja Perlu fyrir dönsku og aðstoð í íslensku og fleira ef að Ingibjörg var kannski með kalltíma og baðum og kannski ekki viðlátin í þessari vinnustofu. Þannig að það eru nóg að kennurum, þannig að þegar þeir eru búin þá á að vera kennari í öllum vinnustofum sem þið eru að fara að leita til. Þið sjáu svo hérna fyrir aftan stendur í hvaða stofu kennarinn er. Stundum eru kennarar saman í stofu, eins og hér sjáu þið að Varði og Salome eru saman í stofu 8 og þá getið þið svona nýtt ykkur þau bæði ef þið eruð og farið þar. Þá getið þið nýtt ykkur það að Varði með stærðfræðina og svo Salome kannski í Íþróttakademíu. Hér til dæmis sjáu þið að Gerður og Sunna eru saman. Sunna kennir hjá okkur hjúkrunarfræði og Gerður með næringafræði og líffræði og fleira. Þannig að þarna kannski væri hægt að fara og nýta sér sama kennaran, 2 kennara í sömu stofu. Þannig að þegar að vikuplanið er búið og skipulagsplanið er búið, þá á að vera komin kennari í allar þessar vinnustofur sem að þið getið nýtt ykkur. Gott að hafa í huga að í 5 eininga áfanga eru 2 áfangatímar, 2 30 mínútur. Og hérna til dæmis ef við horfum á enskuna, þá eru 2 áfangatímar. Og þá er æskilegt að hugsa að þú verður að hitta þann kennara að þann áfanga 3 vinnustofur. Þannig að það þýðir að þið ættu að vera með, ég er að fara í ensku, það þýðir vinnustofa 1, 2 og 3 og stærðfræði 1, 2 og 3. Svo lengi sem þið getið hittið alla kennarinn ykkar sem þið eru með hér í námsgreinunum ykkar. Nú þið komið með þetta fína skjal og þið viljið þetta vita hvað það er, þannig að við ætlum að setja það í bookmark hjá okkur. Nú ætlum ég að byrja á því að sjá að bookmark bara mitt, láta sína það. Hérna sjáum við bookmark bara mitt og ég vil að þetta skjal sé alltaf hér í bookmark barinu mínu. Ég er að nota Google Chrome, þannig að það er bara hvað þið eru að nota. Þá ýti ég hérna á stjörnuna og ég ætla bara að láta þetta vera skipulagstími. Og ég ætla að setja þetta bara í bookmarks bar. Þá er þetta hérna, ég er greinilega með rosalega mikið en ég geti alltaf fært þetta. Þannig að hér er bara skipulagstími, þannig að ef ég loka einhvern tíma skjalinu, svo nú ætlum ég bara að loka því og opna hérna nýtt, þá get ég alltaf ýtt hér. Þetta er mitt skjal. Þannig að ég á alltaf greiðan aðgang að þessu skjali. Ef þið hafið einhverjar spurningar og viljið fá meiri aðstoð, þá get ég alltaf haft samband á karin@vaffa.is.